123 föngum, einkum mannréttindafrömuðum og stjórnarandstæðingum var sleppt úr haldi í Belarús í dag eftir samkomulag við Bandaríkin. Þetta er stærsta frelsun pólitískra fanga í einu lagi frá því að viðræður hófust frelsun þeirra. Fljótagöng verða mikilvæg varaleið fyrir umferð Norðurland og því mikið öryggismál. Þetta segir slökkviliðsstjóri Fjallabyggðar. Skagfirðingar eru ekki allir á því að fljótagöng ættu að vera í forgangi. Ríkisstjórnin í Búlgaríu er fallin eftir kröftug mótmæli og hugsanlega verður kosið þar í 8. sinn á 6 árum. Ástæðan er ósætti við skattahækkanir. Búlgarar taka upp evru áramótin. Ilmur jólanna er aldrei langt undan í desember. Í Kópavogi var það laufabrauðið en á Egilsstöðum var boðið upp á súpu úr öllu góðgætinu sem finnst á jólaborðinu. Og hið ískalda strákaband Ice Guys heldur fernatónleika í Laugardalshöll í dag. Tónleikagestir hafa streymt að í allan dag og tilhlökkunin leyndi sér ekki. Gott kvöld. Yfirvöld í Belarús slepptu í dag 123 pólitískum föngum úr fangelsi. Þau hafa ekki sleppt fleirum í einu lagi frá því að viðræður það hófust á þessu ári. Stjórnvöld þar sömdu í staðinn við Bandaríkin að aflétta viðskiptaþvingunum á kaljum sem er ein mikilvægasta útflutningsvara landsins. Meðal þeirra sem fengu frelsi voru Ales Bajatotski sem fekk friðarverðlaun Nóbels fyrir mannréttindabaráttu sína í landinu og stjórnarandstæðingurinn Maria Kalesnikava sem var dæmd í 11 ára fangelsi árið 2021. Bæði hvöttu þau til þess að öllum stjórnarandstæðingum sem væru í haldi í Belarús yrði sleppt. Того момента, когда мы все сможем обняться, когда мы все сможем друг друга увидеть, когда мы все будем свободны. Я, естественно, искренне благодарна всем причастным, всем людям, которые находятся в этой цепочке свободы людей, да, от самого верха до тех людей, до вас, до тех, которые нас сопровождают и помогают сейчас почувствовать это ощущение свободы. Slökkviliðsstjóri Fjallabyggðar segir mikið fagnaðarefni að sjá fljótagöng efst á forgangslista nýrrar samgönguáætlunar. Vegurinn sé mikilvæg varaleið fyrir umferð Norðurland. Fljótagöng eru 5 kílómetra löng og eru á veginum milli Siglufjarðar og Stafár í Fljótum. Göngunum er ætlað að leysa af hólmi vegum strákagöng og almenninga þar sem mikið sig hefur orðið síðustu ár. Við náttúrulega fögnum því bara að það sé verið að bæta umferðaröryggi á svæðinu og aðstöðuna til og frá sveitarfélaginu. Þetta getur ekki verið annað en gott fyrir þá sem þurfa þessa vegi að fara. Jóhann segir göngin ekki bara fagnaðarefni fyrir íbúa, heldur fyrir alla sem eigi leið Norðurland, þar sem vegurinn er varaleið fyrir Öxnadalsheiði. Við höfum séð það hér á okkar svæði að þegar Öxnadalsheiðin hefur lokað, þegar við fáum alla umferðina sem fer til og frá Akureyri, fer okkar svæði, að þá er full þörf á því að laga vegakerfið á þessu svæði til þess að anna bara þeirri umferð sem hér fer Þá séu ótalin jákvæð áhrif á ferðaþjónustu og atvinnulíf, auk þess sem þau gegni mikilvægu öryggishlutverki. Það skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli út frá öryggissjónarmiðinu. Við erum með elstu göngin hér á þessu svæði sem eru strákagöng og múlagöng sem eru löngu úr sér gengin og það skiptir miklu máli að fá göng sem eru þá byggð upp eftir nýjasta öryggisstali og við tala nú ekki að öryggi vegarins sé sett í efsta sæti. Á meðal sumardegi í ágúst fara 690 bílar strákagöng og minnst yfir veturinn eru þeir 105 og það er í desember. Séu þessar tölur bornar saman við nýjustu göng landsins, Dýrafjarðargöng, er meðalumferð þar mest 608 bílar í júlí og yfir vetratíman minnst 75 bílar og það er í febrúar. Hvernig líst þér á nýja samgönguáætlun og fljótagöngin séu komin næst á lista? Ef það hangir inni, út af öllu rífrildi sem í gangi, þá er það bara mjög gott mál. Allan fyrir okkur sem þurfum að vera að flækjast þarna fljótin.
Ég vil fá Seyðisfjarðargöngin. En ég styð líka fljótið, skilur mig. Ég er alltaf hérðan. En samt, viss mér þegar vera undan og fljótagöngi svo. Það er mjög vel á það því að hérna, þessi vegur hérna vestan við okkur, þetta er stór hættulegu vegur. Og það er bara spurning hvenær verður stór slys þar. Mér líst mjög vel á það út vegna þess að þá þarf pabbi minn ekki lengur að keyra veg sem er mjög hátt upp á kletti á leiðinni út á Hofsós á mjög þungum ruslabíl. Það er bara nauðsynlegt fyrir bara Siglufjörð og Fljótamenn að þetta komi og okkur fyrir Skagafjörð. Til dæmis fyrir mig að keyra á Siglufjörð bara kvíðavaldandi. Maður er bara drullur hræddur að keyra þetta. Ég hef einu sinni lent í því að keyra inn í snjóflóð og svo ekki fyrir mjög löngu þá lenti í því að það var svona grjóthrun á veginum og eftir mikla leysingar og það sprakk dekk á bílnum hjá mér. Ég var þar föst í 5 klukkutíma eftir aðstoð. Þannig að já, mín reynsla sem vegi, hann er mjög varasamur. Píratar samþykktu á félagsfundi í dag að hefja viðræður sameiginlegt framboð í Reykjavík næsta vor. Á vef Pírata segir að það hafi verið samþykkt einróma að veita stjórn félagsins umboð til viðræðna. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi sósíalista, boðaði nýtt framboð í borginni í gær og vildi vinna með fleiri flokkum á vinstri vængnum. Hún sagðist vilja sameina félagshyggjufólk en að nýja framboðið verði óháð flokksmerkjum. Ríkisstjórn Búlgaríu hefur sagt af sér vegna óánægju almennings með ný fjárlög sem fólu í sér umtalsverðar skattahækkanir. Búist er við kosningum fljótlega sem yrðu þær 8. á 6 árum. Tugir og jafnvel 100.000 Búlgara hafa mótmælt kröftulega á götum borgarlandsins undanfarnar vikur eftir að stjórnvöld lögðu fram fjárlög næsta árs. Ríkisstjórnin sem er minnihlutastjórn 3 flokka lagði fram fjárlagafrumvarp miðjan nóvember sem leggur grunninn að upptöku evru sem er fyrirhuguð næstu áramót. Frumvarpið fól í sér mikla skattahækkun bæði á einstaklinga og minni fyrirtæki sem leiddi af sér mótmælaölduna. Frumvarpið var afturkallað í síðustu viku en síðan lagt fram aftur lítið breytt í þessari viku og þá sauð upp úr. Това, което искам да кажа, го казват всички. Оставка на мафията и народа да се оправя сам. Не ни харесва управлението, не ни харесва как работи държавата, не ни харесва, че няма пътища, че няма тротуари, въпреки че толкова години харчат толкова пари за такива неща. Á fimmtudaginn var tilkynnt að ríkisstjórnin myndi segja af sér og þingið staðfesti þá afsögn í gær. Þá hafði vantraustið þegar verið lýst á ríkisstjórnina. Чуваме гласа на гражданите, които протестират срещу управлението. Чуваме го осъзнато. Затова и трябва да бъдем на висотата на техните искания. Stjórnarandstaðan krefst þess að boðað verði til kosninga sem yrðu þá þær 8. frá árinu 2020. Gert er ráð fyrir að upptaka evru áramót gangi eftir þrátt fyrir þessar pólitísku væringar. Eitt af mörgum jólaböllum desembermánaðar var í Iðnó í dag og svo runnum við á lyktina í safnaðarheimili Kópavogskirkju þar sem öllum var boðið að koma og skera út laufabrauð. Laufabrauð er nú fyrst ekki síst þetta hefðin. Þetta er eitthvað svona ekta jóla. Gunnlaugur og Höskuldur leiddu gesti í gegnum skurð, útskurðarmynstur og steikingu. Heimagerður hlemmur vakti athygli. Vanalega hefur maður bara verið að nota kannski skurðbretti eitthvað til þess að pressa með báðum höndum en svo þegar framleiðslan er komin í mörg 100 kakna þá skiptir hvert einasta smáatriði máli til þess að létta þessi lífi. Þannig að þessi parkettfjöl hérna og eitthvað apparat úr verkfæralæðinum, úr var þessi fíni laufabrauðshemdur. Við settum svona piparköku á degið og svo skárum við með þessu og svo ýttum við svona upp og þá komur svona hjarta. Þetta er bara í fyrsta skipti allavega hjá stelpunum. Einhvern tímann gerir maður þetta þegar maður var lítill. Þetta er ekki venja hjá okkur. Ég gerði þessa. Ég gerði mest af þeim. Í Elliðaárdalnum söng borgarkórinn nokkur jólalög. Jólasveinar gáfu í mótmælt jólastaði.
Og í Iðnó var jólaball. Hvað hlakkar ykkur mest til á jólunum? Að fá jólamatinn. Opna jólapakka. Þúsundir gesta koma á jólaköttin á Egilsstöðum í dag. Það jólamarkaður sem hefur verið haldinn nær árlega síðan árið 2005. Þar selja 50 einstaklingar eða fyrirtæki af öllu Austurlandi alls konar vörur sem tengjast jólunum, bæði jólatré og handverk. Og svo vakti jólasúpan líka mikla athygli. Við erum að selja jólatré og svo bjóðum við hinum og þessum með okkur og hér mikið af matvælum, alls konar handverki, já bara hvað viltu fá. Þetta byrjaði fyrir 18 ára jólakötturinn, startið var fyrir 20 ára síðan. En við erum búin að halda þetta í 18 ár fyrir utan COVID-árinu. Þetta rússasúpa, svo kölluð barrasúpa núna. Það eins og að hafi sópað af jólaborðinu hjá þér. Bara hangikjöt, grænar baunir, rauðrófur, makarónur. Bara sópar þessu út í soðið af hangikjötinu og farið svo góða slettu af rjóma át á. Er þetta vinsælt? Mjög vinsælt. Það eins og í gamla bara þá voru að fara svona 400 til 500 skammtar og ég veit einn mann sem keyrði frá Neskustad alltaf og hann sagði mér munar ekki það til þess að fá mér súpu og frá fleiri stöðum þannig að þetta svona annarkvort þykir hún góð eða vond. Og hér var að berast blunkunni frétt. Íbúar Dalabyggðar og Húnaþings vestra höfnuðu sameiningu sveitarfélagana í kosningum í dag og þetta var tilkynnt núna rétt rúmlega 7. Kjörsókn var ríflega 60% í báðum sveitarfélögum. Í Dalabyggð sögðu rétt rúmlega 60% kjósenda nei en tæplega 40% já. Í Húnaþingi vestra höfnuðu rúmlega 73% íbúa sameiningunni en já sögðu tæplega 25%. Hundurinn Ossi komst í heimsmetabók Guinness fyrir stuttu fyrir heldur óvenjulegar sakir. Hann með lengstu tungu lifandi hunda í heiminum. Eigendurnir eru himinlifandi með nýja titilinn og segja hann gleðja fólk með tungunni. Ossi mastiff blanda. Hann býr með eigendum sínum í Oklahoma í Bandaríkjunum. Nýlega sló hann nýtt heimsmet þegar tunga hans mældist tæplega 20 cm. Fyrra met átti boxerhundurinn Rocky en hann einungis með tæplega 14 cm tungu. This is Ozzy and he's my little golden child. He's 4 years old and somehow he came up with the longest tongue on a living dog. So we started this adventure with my stepdad noticing that our dog, Ozzy, had a very long tongue. And he said, you need to go get him into the Guinness because he could become famous. His mom was interested in applying, so I had 2 nurses, both film and measure. And we measured in 3 different angles and documented each one, and then took an average. Ozzy was a shoo-in. That was the longest tongue dog I've ever seen. Like, I love it. My dog puts smiles on everybody's faces if somebody's having a bad day. You just it makes me really happy knowing that everybody loves my dog. I think we give everybody a good smile with his tongue. Hljómsveitin Ice Guys heldur fernatónleika í Laugardalshöllinni í dag og fyrstu tónleikarnir voru í hádeginu og nú rétt í þessu var 3. tónleikunum að ljúka. Ástrós Signíadóttir, fréttamaður okkar, í Laugardalshöllinni. Ástrós, hvernig stemmingin? Takk fyrir komuna. Hljómað hér í allan dag og þúsundir tónlistargesta hafa streymt hingað eins og þú nefndir. Og nú rétt í þessu var 3. tónleikunum að ljúka og við stöndum hérna á sviðinu meðan Laugardalshöllin að tæmast. En við kíktum hingað við fyrr í dag og ræddum við spennta tónleikagesti sem að sögðu hvert uppáhaldslagið þeirra væri og þeirra uppáhaldshljómsveitarmeðlimur. Hvað uppáhaldslagið ykkar með Ice Guys? Gemjar. Ég veit það ekki, ég bara allt, sko. Já, segi það sama. Eru þið miklir aðdáendur? Já, mjög. Já. Örugglega bara Jón Jónsson. Aron Kahn, eða, já. Átt þú eitthvað uppáhalds?
Ég held að það sé Rúrik hjá henni. Allir. Varstu lengi að finna til fötin sem ætlar að vera í? Nei, mamma fann það til. Eru þeir komnir til okkar allir meðlimir Ice Guys. Strákar, hvernig líður manni á svona degi? Þetta er ofboðslega gaman og það er bara búið að vera, þetta tekur líka svakalega mikið á. Þannig að nú er eitt sjó eftir og erum við ekki bara að fara í eitthvað súrumstjald og einhvern veginn. Það er svo eini sem er þarf færtur. Ég er alltaf færtur, já. Eru þið eitthvað þreyttir? Nei, aldrei liðið. Stórkostleg tilfinning. Þetta er geðveikt. Þú tekur en gefur. Gefur þetta. Hvernig hafið þið undirbúið ykkur fyrir þennan dag? Við erum alltaf búin að æfa síðan, í 3 vikur allavega, hverjum degi frá 9 til 1, þannig að það eru solid 1600 kalóríur á dag, þannig að við erum bara svona í einhverju kardió með að dansa og syngja, eða þeir eru svona alltaf að syngja, ég er svona að dansa með. Þú er búin að vera mjög flottur í söngnum. Ég er búin að vera að æfa mig. Ég skal segja ykkur að Lísa, kona mín, hún sagði við mig eftir sjóðu sem hún kom á, drullu flottur í söngnum. Þannig að eigðu það Rúrik með. Já, takk fyrir það. Nú veit þjóðin það. Nú veit þjóðin það? Já, ok. En við erum búinir að vera að æfa mjög stíft, en það er eiginlega ótrúlegt hvað þetta er einhvern veginn í vöðvamenninu líka frá síðust 2 árin. Þannig að Just mikið voru búin að æfa, þá labba maður einhvern veginn inn í þetta með meira öryggi á saman tíma. Og maður fær að taka þetta meira inn, maður finnur alveg fyrir. Sammála því. Og er eitthvað öðruvísi sem þið gerðið í ár heldur en í fyrra, annað en að Rúrik er farin að syngja? Við skulum nú hafa alveg, ég söng nú aðeins í fyrra, sko. Við skulum ekki fara að neppa nefnum möppum með það, segir maður ekki? Jú, þú segir. Þú hefur alltaf sagt það. Ég hef alltaf sagt það, sko. Ég hef alltaf talað um það. En hvað er alls konar, við erum náttúrulega með ný lög og nýja dansa og við komum ekki upp í liftu núna. Nei, ég get ekki sagt, það er eitt sjó eftir náttúrulega, hvernig við komum inn. Það er allir með stilt á fréttindan í fyrirpartíunum. Við erum með meiri eld, stærri sprengjur, fleiri leysara. Stærra svið. Stærra sjó bara, eða ekki? Stærra sjó. Já. Við reynum alltaf að náttúrulega topa okkur frá árið til árs og ég held að við höfum bara gert það, sveimir það. Er það ekki? Við bara vonum að stemningin, þessi góða og ískalda stemning haldi áfram hér inn í kvöldið á 47. tónleikum dagsins hjá Ice Guys. Og þá að veðri, breytileg átt á morgun, hæg víðast hvar. Það verður skýjað að mestu og smá væta eða slydduél landið sunnanvert en él fyrir norðan. Svo bætir í ofankomu norðan til annað kvöld. Hiti verður kringum frostmark við ströndina en frost 1 til 7 stig inn til landsins. En nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Valur og Keflavík mættust í dag í 16 liða úrslitum bikarkeppni kvenna í körfubolta. Úrslitin réðust á loka andartökunum í æsispennandi leik. Sömu sögum má segja viðureign Njarðvíkur og Þórs Þorlákshafnar í úrvalsdeild karla í körfubolta í gærkvöld. Við hittum hina fertugu Sólveigu Láru Kjarnestedt sem leikur með handboltaliði ÍR í vetur eftir 4 ára fjarveru frá vellinum og Mohamed Salah sneri aftur í lið Liverpool eftir ósætti milli hans og þjálfarans undanfarna viku. Íþróttir hér eftir augnablik. Og áður við kveðjum ykkur skulum við venju samkvæmt renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. 123 föngum, einkum mannréttindafrömuðum og stjórnarandstæðingum var sleppt úr haldi í Belarús í dag eftir samkomulag við Bandaríkin. Þetta er stærsta frelsun pólitískra fanga í einu lagi frá því viðræður hófust frelsun þeirra. Fljótagöng verða mikilvæg varaleið fyrir umferð Norðurland og því mikið öryggismál, þetta segir slökkviliðsstjóri Fjallabyggðar. Skagfirðingar eru ekki allir á því að fljótagöng ættu að vera í forgangi. Ríkisstjórnin í Búlgaríu er fallin eftir kröftug mótmæli og hugsanlega verður kosið þar í 8. sinn á 6 árum. Ástæðan er ósætti við skattahækkanir. Búlgarar taka upp evru áramótin. Ilmur jólanna er aldrei langt undan í desember. Í Kópavogi var það laufabrauðið en á Egilsstöðum var boðið upp á súpu úr öllu góðgætinu sem finnst á jólaborðinu. Og við ljúkum þessum fréttatíma með myndum af álftinni sem spókaði sig í sundlaug Seltjarnarness í gær. Sama dag og sundlaugamenning Íslendinga komst á heimsminjaskrá UNESCO. Við þökkum ykkur samfylgdina í dag. Hafið það gott og verið sæl.